Já, góðan daginn og verið velkomin í podcast KHF. Takk. Við erum hérna með Elís og Þór Elís og Atla. Atla, já. Ég er Hafþór Ég heiti Iðunn. og verið velkomin. Takk. Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér. Gaman að sjá ykkur. Já. Já, einmitt. Já, ég taka fyrstu spurningu kvöldsins. Endilega. Fyrsta spurning þáttarins hvaðan kom hugmyndin kvikmyndahátíð framhaldsskólanna? Já, ég á víst að svara þessu, eða ekki? Ok, þegar ég var að búa til brautina Já, á sínum tíma með Grétu Mjöll, þá fannst mér eiginlega nauðsynlegt fyrst þegar hún fara að búa til kvikmyndabraut að nemendur fengi líka að kynnast hvernig að vera á kvikmyndahátíð og læra það hvernig svona viðburðir eru skipulagðir og það skiptir svo mikið máli hvort það fiskidagur mikli á Dalvík eða músíktilraunir eða hvað sem það þarf að skipulegja allt saman, það þarf að ná í fjármagn og halda utan þetta að búa til prógram og ég veit ekki hvað og þannig að og þetta bara sama eins og þegar maður er búið til kvikmynd að það þarf að skipuleggja allt saman og vera vissum allir sig á réttum tíma á sömu blaðsíðunni og þannig að og tækifæri fyrir nemendur að kynnast öðrum nemendum í öðrum skólum sem hafa áhuga á kvikmynd þannig að og erum við ekki farið að halda 12. hátíðina? Jú, 12. hátíð. 12. hátíð. Já. Já, talandi 12. hátíðina. Já. Síðast var 11. hátíðin. Myndirðu segja, var eitthvað munur á milli fyrstu hátíðinni og svo síðustu sem var hérna í mars? Já, það var dálítið mikið munur. Við vorum heldum fyrstu hátíðin hérna í skólanum og það gekk mjög vel. Það voru ekki svakalega margir sem komu. Bara þeir sem áttu kvikmyndir og svona mamma, pappi og svona ættingjar. Já. En okkur tókst, hvernig ætlar að vera fyrir 2 árum síðan, held ég, þá tókst okkur að næstu því að fylla sal 1 í Bíóparadís. Og það skrappaði saman í fyrra, en það ósköp eðlilegt vegna þess að allir þeir nemendur sem voru búin að koma oftar en einu sinni á hátíðina, voru búin að vera kannski frá því bara í fyrsta bekk í menntaskóla eða fjölbrautaskóla, voru allir útskrifaðir. Og þannig að það var að koma alveg heill nýr hópur inn af krökkum. Og það byrja þá píndi hægt og svo það að vaksa og mér skilst að það sé alltaf að koma, áhugasamir nemendur inn hjá okkur. Okkur segi ég, þó ég sé hættur. Þú ert partur af þessu. Þú ert partur af þessu. Ég er partur, ég minnst að þetta er partur af hátíðina. Já. Það er eðlilegt að séu svona sveiflur, Það er maður búast við því. En það er búið að vera hækkun að meðaltali frá byrjun, sko. Já, það er búið að vera það. En það hefur verið svona nokkurn veginn nema kannski verið á fyrstu 2 hátíðunum að þetta er búin að vera nokkuð stöðugt með myndir. Þetta hafa verið svona 25-30 myndir á hátíð. Já, það voru svona 15 fyrst eða eitthvað og svo er þetta svona smá saman mitt. Já. Og gæðin betri. Já. Næsta spurning held ég sé fyrir ykkur báða á Hafþór. Hvað finnst þér þurfa að vanta á hátíðina? Já, það er stórtið spurt, sko. Já. Það þyrfti náttúrulega að vera bara vika eða eitthvað með komið til það. Þetta er alltaf búin að vera pæling, sko. Og hvernig getum við eitthvað að þróa hátíðina? Og það finnst mér, sko, ég veit vonandi hefur allir eitthvað tekið það, ég hef alltaf rætt það við nemendur, hvað getum við gert öðruvísi, ef við að breyta eitthvað? Og ég er alltaf að velta fyrir mér, ef við að opna fyrir ungt fólk sem ekki í framhaldsskólum, en að gera stuttmyndir. Sumir að gera það í gegnum hitt húsið og svo hvað með nemendur sem eru búin að klára kvikmyndaskólan og núna listaháskólan. Eigum við að gefa þeim tækifæri, eigum við þá að hafa sérprógram, við verðum að hafa sér, af því þau eru búin að læra miklu meira og
En það er ekki til neitt svona vettvangur. Jú, þú geta sótt að komast á riff eða stokkfish. En þetta er líka vettvangur að því að á riff og stokkfish þá er bara, þú veist, fólk hérna þar á heiminum og sérstaklega á riff og kannski unga fólki týnist svolítið inn í þessum hópi. Já. En þið getið fylgst að sko jafnaldrar og svona og farið að vinna saman meira og kynnast betur. Það er það sem ég veist tókvæmslegt við þessa hátíð. En því að sko eins og með riff, það er kannski 100 sem sækjum eða fleiri, þannig að það komast ekki allir að. Nei, komast ekki allir að. En okkar hátíð það komast yfirleitt allir að sem sækjum. Og líka bara að þetta sér hátíð sem fókus og bara ungt fólk. Því að eins og þú segir, það týnist gegnum alla stórmyndirnar og riff. Hérna fær unga fólki fókusin. Einmitt, það er akkurat málið. Verðandi kvikmyndagerðar landsins. Það er kannski erfitt að svara þessu stuttu máli hvað vantar á hátíðina. Það er kannski bara aðalega þetta hvort það sé hægt að opna hana og hvort maður getur haft fleiri námskeið eða eitthvað svona sérviðburð en þá þyrfti hún alltaf að vera lengri og stærri og þá kostar hún meira og flóknari og það sem vantar meiri pening. Við þessu alltaf. Það er alltaf rétt að svari. Já. Við maður að þetta sé lítil hátíð með svona smá nánd en við maður að þetta vera eitthvað stórt batteri. Já, það er alveg rétt. Ég held að það sé alveg mjög góður punktur en sko, við hefum líka dreymt að halda svona námskeið fyrir 10. bekkinga. Já. Því að 10. bekkingar að koma inn í framhaldsskólann og geta fengið að kynnast aðeins menningarstarfsemi sem í framhaldsskólanum. Og þetta eitt af mikilvægum menningarstarfsemi sem hjá framhaldsskólanum. Það er kvikmyndahátíðin, það er söngkeppni framhaldsskólana og svo það Morfís, eða ekki? Jú. Þetta það eina í rauninni. Svo auðvitað mikil menningarstarfsemi inn í hverjum einasta skóla. Svo leiktu betur. Leiktu betur, spunakeppnin. Nú það eitthvað neitt. Nei, ég veit ekki, hún var í gangi þegar ég var í menntaskóla. Sko. Nú það, já. Kannski hún hætt. Það var fyrir löngu síðan. 1700 og súrká. Já, það ætti nú að vera eitthvað sem stand-up keppni. Komið það aftur. Það orðið svo inn í dag. Já. Stand-up keppni framhaldsskóla. Já, það getur verið eitthvað. Já. Heyrðu, fyrir ykkur báða, eru þið með einhverja drauma heiðursgesti ef við værum ekki að hugsa peninga, værum ekki að hugsa þannig, bara drauma heiðursgest? Það að vera Íslandingur? Nei. Bara hver sem er? Já, hvað er þetta? Jú, Wes Anderson. Já, ég var að hugsa. Það er æðislegt. Ég segi Paul Thomas Anderson. Heyrðu, One Battle After Another, ég var að sjá hana núna í gær. Hún er svo góð. Hún er rosalega, alveg ótrúleg. Vá. Þú sjá hana, Þór? Nei, ég Ég mæli með henni. Ég horfði hana hjá ömmu mín og afa og þau komu svo inn í myndina og þau voru bara, vá. Þetta er góð mynd. Varstu að horfa hana hjá ömmu og afa? Já, af því að ég núna nýflutt að heiman, þannig að ég ekki með neitt sjónvarp. Þannig ég fer yfir til ömmu mín og afa sem eru með Plex, sem kom alltaf nýja myndir og ég bara eitthvað, já. Einmitt. En sko, hvaða íslenski leikstjóri er satt? Hvernig hefur við ekki fengið? Eða leikari. Já, leikari. Við varum að tala á það með Rúnar. Já, Rúnar. Við fengið Grím, sko, en ekki Rúnar. Rúnar var ekki frábært. Og svo Hlynur Pálma líka, við erum búin að reyna að fá hann. Við erum reynt að fá það, sko. Nei, það kemur á endanum. Já, og svo einhverja konu. Já. Nefn einhverja konu? Já, nefn einhverja konu. Alltaf einn kall og eina konu. Við erum bara Ísolt Uggadóttir. Já. Til dæmis. Hvað segirðu? Ísolt Uggadóttir. Heyrðu, ég var akkurat að hugsa maður daginn. Já, heyrðu, við erum bara sammála. Hvað segir þið? Já, það er góð spurning. Já, það er góð spurning. Hera Hilmars er eitt af mínum drauma. Hún er svo lítið á landinu. Já, einmitt. Það er sko máli. Það er flutt til máli. Íslands núna. En það? Já. Þá reynum við það. Við reynum, já. Svo Peter Jackson bara kemur allir. Tommy Wiseau. Ég rauninni bara veit það ekki, sko. Nei. Ég hef ekki hugmynd. Engan. Bara þú sjálfur? Já, ég er eitthvað að byrja fram, sko. Já, ég var að fæ næstu. Já, hver er uppáhaldsmyndin ykkar sem hefur verið sýnd á KHF?
Sko, nú hef ég náttúrulega bara verið með seinustu 3 hátíðir og þú ert með hinnar 11, þannig að þú hefur séð miklu meira en ég. Já. Þannig að ég vil frekar bara þú tekir þetta, sko. Sko, ég eiginlega get ekki nefnt eina. Nei. Ég held ég verið að nefna 3. Ok. Það myndi sem var á fyrstu hátíðinni, sem hét hérna Heimur Arons. Það var stutt heimildamynd heyrnarlausan strák og var ofsalega falleg mynd. Og hérna, það var systir hans sem gerði þessa mynd hann. Og hún vann. Og svo var þetta sem ég var að tala við ykkur áðan, reglur leiksins. Hún var mikið lagt í þá mynd og hérna þau gerði þetta mjög vel og hún líka svona einlæg og persónuleg. Og svo fannst mér diskoeyjan algjört að því, sko. Já. Hún inn á heimasíðunni? Mögulega, Já, þú endilega að tekka það. Ef hún það ekki, þá finnum við hann og setjum. Hún á YouTube, Já. Því að það var líka svona, það var ótrúlega stemning í salnum þegar hún var sýnd. Það var troðfullu salurinn. Þeir voru svo margir krakkar sem voru hérna sem tóku þátt í öllum þessum skólum. Og þetta var bara, ég fekk bara gæs á það, sko, þú veit, þetta var svo rosalega einhver upplifun sjaldan skemmt mér eins og ég í bíó. Allir ykkur eftirmyndi? Já, fyrir undanförnum 3 árum, nú ég bara eitthvað drawing a blank, hérna sem maður segir á góðri íslensku, hérna hausnum á mér. Já. Þetta ég bara svona að muna, það voru margar skemmtilegar, ég bara eitthvað tómur kortun. Þannig að það kemur eftir. Það var auðvitað mjög góðar hérna í fyrra, fannst mér. Það var sápa og þannig að kvöldmaturinn sem unnu flestu verðlaunin. Já, það voru góða myndir. Já, kvöldmaturinn, ég horfði hana, ég dó úr hlátri þegar ég sá hana fyrst. Það var Oliver, eða ekki? Það var sápa, Oliver. Já. Herri, ég talaði Oliver, það náttúrulega myndir sem vann í fyrra. Ég veit ekki hvort það sé allra besta, en hún mjög fyndin stuttmyndin, hann að grínsketsin Guðni. Það var ekki núna síðast. Nei, ég heiti fyrra farsíðustu hátíð. Guðni, með það sem hann Avans lék í myndinni. Já, Guðni Ágúst Avans og hann fór bara kostum. Já, ráðherra og þingmaður. Já, að leika 10 ára dreng. Já. Höfum við ekki öll gert það? Öll erum við Guðni Ágústsson. Já, það er ekki. Já. Eru þið með einhverja góða sögur frá KHF? Hvort það sé á alvörinu hátíðinni eða svona þegar þið eru að vinna í hátíðinni? Já, þú segir nokkuð. Já. Hvað ævintýri sem maður lenti í? Sko, það var eitt hérna sem mér fannst, það var þegar við vorum á nippinu að ná þessum 100.000 krónum inn, hérna skal ég segja ykkur, hérna í gegnum Karolínufond. Og það var ekki komið mikið peningur. Nei. En þá kom bara einn afinn sem átti fyrirtæki og bara hérna lagði fram 100.000 skall og það tókst, þannig að við fengum meira en 100.000 sko. Já, við fengum 130 sko. Þannig að það var æðislegt sko. Og en hann allur sá peningu hvarf, þetta kostar peninga. Kraftaverk á síðustu stundu. Kraftaverk á síðustu stundu. Vill gerast. En svo kannski önnur dálítið merkileg kannski saga, svona kremmasaga. Wow, hvernig þetta? Sjá alla! Glæpamenn á KHF? Nei, ekki á KHF. En við vorum, þá var stofan hérna innst á ganginum hérna megin. Já. Og það var allt búið og við sátum hérna nokkur. Hátíðarstjóri og 2-3 aðrir nemendur. Og við vorum svona að fara yfir síðustu hlutina á föstudags eftirmyndegi. Hátíðin var að byrja daginn eftir. Já. Ok. Við verðum ekkert með neitt, en þá var verið að reyna að brjótast inn í tækjakompun okkar og inn í tölvu verið sem var bara hliðin á. En við heyrðum ekkert. Og það var engin músík eða neitt í gangi á okkur. En það náðist mynd af þjófunum. Heyrðu, wow. En hann komst ekki í neitt sem betur fyrir. Nei.
Hann var bara búinn að reyna að dyrka upp blásinn hann. En við heyrðum ekkert. Mjög spooky. Já, mjög spooky. Já. Ertu með eitthvað svona level of sögu, Atli? Nei, ekki þessu levelinu, sko. Bara eitthvað fólk að veipa á klóstinu eitthvað, sko. Það ekki glæpindi sem ég vitaði fyrir ég fá. Já. Nei, þetta er sko ekki nemendur. Nei, þetta er ekki nemendur einmitt. Það er einhver utanaðkomandi. Þetta er orðið minna þetta hérna núna því að þetta er ekki tægt að ná þessu niður eða neitt, það fær engin neitt fyrir þetta í dag. Nei. Já. Þá er það bara spurningana, sko. Hver uppáhaldsgestur ykkar sem hefur verið á hátíðinni? Það er einhvern einn. Eða þið með komið topp 3 eða eitthvað? Já. Nú er ég að hugsa hverju voru, sko, voru með hérna... Ég ekki líka taka með kannski dómarana líka, þegar þeir eru basically gestir sem hafa stundum komið. Já, stundum, en þeir eru samt meira bara svona baki tjöldin að horfa á myndirnar, sko. Já. Ég meina, það var náttúrulega alls konar meistarar, sko, áður ég kom inn eins og, þú veist, Jungnar og eitthvað svona... Já. Karl Ágúst... Karl Ágúst Úlfsson. Og eitthvað, Hann kom eitthvað fyrir hann, ég var að heyra viðtal við hann í útvarpinu í gær og hann misti minnið greið á einhverju heilagsli og hann er að skrifa bókum til þess að muna það sem hann á að muna. En hann er búinn að týna tungumálunum sínu sem sagt. Hann var góður í ensku og þýsku víst og eitthvað svoleiðis. Kann hann ekki lengur? Nei, því miður. Greið kallinn, já. En hann er víst allir að koma til. Já, það var gaman að hlusta á hann. En mér fannst líka gaman að hlusta á hjónin, hérna... Gísli Örn og Nína Dögg. Já. Það var einmitt áræður en ég kom, held ég. Já, það var gaman að hlusta á þau. Við höfum þau saman bara. Og... Þetta er dálítið erfið spurning. Já, við vorum í fyrsta skipti á síðustu hátíð með framleiðanda. Þetta var alltaf verið leikarar og leikstjórar. Já, það var mjög góð viðbót að fá hann hérna. Já, hann Anton Mána. Fá sín svona í þetta. Já. Og svo þetta bætti við þarna framleiðendaverðlunin. Já, einmitt. Bara síðast. Af því að hann er formaður núna samtaka íslenska kvikmyndaframleiðenda. Og hann stakk upp á því við myndum verðlauna líka framleiðanda. Og það ætlum þeim var þetta alveg rétt hjá hann. Já, algjörlega. En svo er þetta pæling fyrir framtíðina, sko, því þetta er alveg verið leikar og leikstjórar en að fá tökumenn eða klippara eða eitthvað á næsta árum, sko. Já. Valdísi eða eitthvað svoleiðis. Já. Valdís Óskars eða Besta eða eitthvað. Já, búningamenn eða eitthvað. En það er stundum, það er ekki vitlaust að gera það. Já. Eins og þú sagði með framtíðina, hvernig sérðu framtíð hátíðarinnar? Bara frábært. Það sem ég var að segja á þann, hvort við ættum að stækka hana aðeins, ekki mikið. Nei. Og þannig að að við gefum ungu fólki tækifæri sem er ekki í framhaldsskóla. Og þá ég fyrst og fremst eiginlega við þá sem að, sko, kannski svipuð aldri og þið sem eru í framhaldsskóla en eru að gera bíó en eru ekki í Listaháskólanum eða nýja kvikmyndaskólanum. Sem kannski bara krakkar frá 16 til 25 ára. Já, eitthvað svoleiðis. Það getur kannski verið sérflokkur og kannski verið þá bara eitthvað 5 myndir sérvaldar. Já, það eru valdar jafnvel og svo sérverðlaun fyrir það og þá verðum við að bæta við degi, sko. Já, hálfu degi. Það verður að vera á föstudags eftirmynda eða eitthvað svoleið, sko. Og við getum þess vegna eins og við langar alltaf að halda námskeið fyrir 10. bekkinga, það eru svona námskeið sem gera mínútumynd. Já. Og þá getur þau komið á hátíðina en það er nú eiginlega hægt að koma því fyrir inn í hátíðina. Já. Ef það er bara örmyndir þá... Það getur verið partur af því, sko. Ef þú voru að koma grein, við skulum vana það. Já. En ég veit það ekki, ég get aldrei hægt að velta hátíðinni fyrir mér. Já. Og svona,
ýmislegt sem hann dettur í hug að Því þetta barnið þitt, Þór. Þetta barnið mitt, Já. Þetta þriðja, það bara að vera 12 ára núna. Þú átt 2 stráka, þetta þriðja barnið. Já, þetta þriðja barnið, já. Það svo eina stelpa líka. Já, einmitt, hún KHF. Já, það rétt, þú átt einu stelpa líka. Þetta 4. barnið þitt. Þetta 4. barnið. Já. Hver fyrirmynd þín KHF? Eða kvikmyndahátíð framhaldsskólanna? Já. Býtum við, hvað áttu? Hver fyrirmynd KHF? Já. Já, bara það er eiginlega rauninni Nordisk Panorama. Já. Og að því að sko þetta svona fyrsta hátíðin sem ég kynnist og fer inn á og svo fyrir svona skemmtilega tilvíðun verði sest í stjórn. En það svona apparat á bakvið þetta sem heitir Filmkontakt Nord sem að rekur síðan hátíðina. Já. Og og býtum, hver spurningin aftur? Fyrirmynd? Já, fyrirmynd, já. Það sem að mér fannst vera svo áhugavert að ungt fólk á Norðurlöndum kom saman á einn stað og kynntist hvort öðru og fór að kynna sín verkefni og spjalla saman og það hafi ýmislegt komið út úr þeirri hátíð. Og sumar myndir og sumir leikstjórar sem hafa unnið þarna á hátíðinni eru stór nöfn í dag eins og Tómas Vinterberg. Það var hérna á 10 ára afmæli hátíðarinnar hérna í Reykjavík. Þá vann hann hérna drenginn sem gekk baklegs. Það mynd sem strákur sem að missi foreldra sína í bílslysi og til þess að snúa hérna tímanum við þá ákvað hann að ganga alltaf aftur á bak. Okay. En svo sá ég aðra mynd einmitt á Oberhausen, hérna sem einu af þessum stuðmyndahátíðum í Þýskalandi. Það var akkurat mjög svipu mynd, kínversk, þar sem stelpa hljóp aftur á bak. Já. Sem snúa tímanum við. Það var eiginlega sama hugmyndin, kannski ekki sami grunnur. Já. En hann búinn að gera margar Festen og svona, Hjerten og fleira dans. Og gerir hann ekki hérna Drukk sem hérna á listanum hjá okkur af bíólistanum. Einmitt. Framhaldsskóla sýningunum. Yes. En já, það eiginlega svona, það fyrirmyndin. Það hérna, og að því að ég lærði þá hvernig kvikmyndahátíðir eru gerðar, þess vegna fannst mér og bara það var vel tekið í þetta og þetta hefur gengið krakkar með ykkar dugnaði. Það fyrst og fremst þið sem að búa til þessa hátíð. Maður bara svona fylgist með. Heldur utan þetta, passar upp á gælt í góðu. Og svona, já. En það fyrst og fremst fyrir ykkar vinnu sem þessi hátíð er. Já. Heyrðu, við erum með eina spurningu viðbót. Já. Mér finnst þetta að vera mikilvægasta spurningin. Var Atli rétti maðurinn til að sjá KHF eftir þér? Það var nú bölvur vitleysa. Það ráða öfrið. Veistu, það alveg rosalega gott að vinna með Atla. Já. Finnst þetta ykkur aðeins? Jú, hann mjög... Ég held að þetta verið bara algjör draumur af því að ég var að hætta hérna í skólanum og þá var ég dálítið smegur Hvað galgopa fundið þér? Já, hvernig þetta myndi halda áfram. Og ég var nú bara að kynnast Halli á Riff. Já. Kvikmyndahátíðin í Riff. Og hann sem að hann hélt utan Riff TV og leiðbendi nemyndum sem eru nemyndur hérðan og nemyndur úr Borgó. Og ég fór að ganga eftir honum að koma og kenna hérna. Og hann hafði áhuga því. Og svo þekkti hann Atla. Ég þekkti Atla ekki neitt. Og það kynnast þessu möndu eins manni. Þannig að... Hvað finnst þér Atli? Þú rétti maður ekki þetta? Jú. Það getur verið hver annar sko. Nei, það ekki alveg það. Það getur eiginlega ekki verið hver... Nei, ekki hver annar. Nei. Betra en 99% fólks. Já. Það er einstaklega kvikmyndahátíðar. Ég hef náttúrulega unnið á kvikmyndahátíð áður. Já, þú var reynslu líka. Riff og Stockfish. Já.
Þannig að hann kom ekki reynslulaus inn í þetta. Einmitt. Maður þarf að hafa einhverja reynslu til að gera kvikmyndahátíð. Já, ég held það. Að halda áfram með kvikmyndahátíð. Já, vita hvað það sem á að gera. Já. Og svoleiðis, sko. Veitu hvað það snýst? Já, og hvað það snýst. Já. Heyrðu, bara takk fyrir að koma hérna. Takk fyrir að bjóða mig. Takk fyrir okkur. Já, bara takk fyrir. Já, takk aðeinslega. Og gangi ykkur vel, öllu saman. Fyrir. Já.